Velkomin í enn eina sardinísku geimsýruna. Uh, sko, árið 1998, minnir mig, þá kom Terence McKenna fram í sínu síðasta viðtali. Hann dó held í 2 árum seinna. Hann var svona psykedelískur, sérstaklega psilocybin sveppa frumkvöðull. Og hann sagði í þessu viðtali að samhliða gervigreind og öðru þá munum við núna, segir þetta þá munum við fara að upplifa tímana og efnisveruleikann svo skrítinn, tíma og efni, að á einhverjum tímapunkti þá neyðumst við til þess að tala um það. Og það er búið að vera að poppa mikið upp hjá mér núna, Mandela-effekt, sem að ég hef nú kannski ekki sökt mér mjög mikið niður í, en kenningin er sú að það hefði eitthvað að gera með starfsemi ögragna hraðalsins í CERN, sem núna á dularfullan hátt núna í júlí var stoppaður. Þeir lokuðu honum núna í 4 ár og opinbera útskýringin er sú að það sé vegna viðhalds. En sögusagnir og frásagnir og vitnisburður fólk sem hefur unnið við hraðalinn í CERN, þeir er þess eðlis að með því að hrófla svona í rúmtíma, eins og þeir eru búnir að vera að gera með því að kljúa þessar eindir, þá eru þeir búnir að mynda rifur í rýminu og þeir eru búin að mynda rifur í tíma, og fyrir vikið er efnisveruleikinn sem að var stöðugur orðinn óstöðugur, og þannig meint að ef við gerum okkur það að það séu svokallaðir multiversar eða fjölvíddir, margar ólíkar tímalínur sem ég nú oft talað um hérna í geimsýrunni og skrifa talsvert um í UFO 202, þá fara þessar tímalínur að blæða inn í hvora aðra. Og við sagði nú til dæmis sögun daginn með konuna með Haribo-pokann. Ég get nú alveg sagt hann aftur. Hún er að fara að passa barnabörnin sín, kaupir 3 Haribo hlauppoka, ætlar að fara fyrst í endurvinnsluna með dósir, fer með dósirnar í endurvinnsluna, sest út í bíl, hringir í dóttur sína og segir: "Heyrðu skan, ég er á leiðinni." Hún að fara að passa barnabörnin sín, og ég er með 3 Haribo hlauppoka. Dóttirin segir: Nei, mig langar ekki, ég vill ekki úr gefið þeim Haribo hlauppoka. En ok, fæn, ég kem samt sem áður, ég er að koma. Þannig að hún allt í einu situr hérna í bílnum með Hariboið og er ekki að fara að gefa barnabörnunum sínum Hariboið, þannig að hún opnar eitt pokan, fær sér nokkur hlaup, doomscrollar eitthvað í símann, svo hún ætlar að leggja af stað, keyrandi, ennþá með hlaup upp í sér, ætlar hún að fá sér meira hlaup, allir pokarnir lokaðir, allir 3. En hún ennþá með hlaup upp í sér. Og þetta er svona gott dæmi blæðandi tímalínur, og svo eru búin að vera alls konar tilfelli varandi þetta Mandela-effekt, tilfelli, og Mandela-effekt, nafnið sem slíkt, það kemur frá Nelson Mandela, að það eru stór hluti fólks, og þetta hefur verið rannsakað, sem að vill meina að Nelson Mandela hafi dáið í fangelsi 13 árum áður en hann raunverulega lést. Og mín minning er sú að hann hafi sloppið úr fangelsi eftir 26 ár og verið kosinn aftur, endurkosinn sem forseti, og hann hafi setið sem forseti í einhver ár áður en hann svo lést. En aðrir muni eftir hann hafi látist í fangelsi. Svo maður búin að sjá alls konar myndir, tilfelli úr kvikmyndum og annað, eins og með fyrstu teiknimyndina Mikka Mús, þar sem hann er að stýra bátnum. Þessi hennar síðan örugglega 1930, þetta er Disney, þetta er Mikki Mús að stýra bátnum, og í minningunni þá var hann alltaf með axlabönd, en í dag er hann ekki með axlabönd. Star Wars til dæmis, Luke, I am your father, hann segir það aldrei, hann segir no, I am your father. Endalaus svona tilfelli, og það flippaðast af öllu. Ég hef reyndar ekki fact-checkað þetta, en
Það sem sagt atriðið í James Bond myndinni Moonraker frá 1979. Þar eru þeir með risann, silfurkjaftinn, sem bara beit allt og át allt og ógeðslega sterkur, og það er hérna loka atriða sem hann er fastur undir einhverju svona hjóli, og það kemur hérna einhver ljóska, einhver rosalega sæt stelpa sem að hjálpar honum að lyfta hjólinu af honum, og svo þegar þau mætast face to face þá brosir hann með silfurkjaftinn og þá brosir hún og þá er hún með teina. Og ég man greinilega eftir þessu atviki því þau eru bara ástfangin og hlupu saman eitthvað út í buskan. Ég man greinilega eftir þessu atviki og ég meira þess að tala við strák í morgun sem ég þekki, sem er nýbúinn að horfa á þessa mynd á Disney Plus, og þar var ljóskan með teina. Í dag, ef þið flettið þessu upp, en ég vil ítreka, ég er ekki búinn að fakttjekka þetta, þá brosir gjallan og hún er bara með skjanna, hvíta, slétta tennur en enga teina. Og þetta er náttúrulega bara, ég var að sýna konunum minni þetta áðan og ég er búinn að vera að tala með þetta á konunum minna og dóttur mína og bara, það er eitthvað fucking dubious í gangi. Og varðandi CERN, þá er sem sagt, þá eru sögusagnirnar þær að þeir hafi sem þurft að loka hraðalnum í CERN núna því að efnisveruleikinn var bara orðinn of óstöðugur varðandi jarðhræringar, varðandi eldgos, varðandi hita, það er bara orðið of heitt og flóð og svo framvegis og kenningarnar eru þær að þetta sé í rauninni bara afleiðing þess að þeir eru búin að vera að hrófla í tíma og rúmi með rannsóknum sem þeir í rauninni botna ekkert í. Og þetta er svona, þetta er svona eins og þegar þið sjá quantum entanglement í gegnum þessar hraðala tilraunir þar sem þeir eru að kljúa rafeindir og úrverða þessar ljóseindir A og B og þeir sjá hérna einhver entanglement, þeir sjá eitthvað gerast á tveim stöðum í einu án þess að ferðalag upplýsingum á sér stað frá A til B með viðeigandi seinkun í tíma, því upplýsing í ferðalagi hún felur alltaf í sér seinkun eða delay í tíma. Og þeir sjá þetta, það er þetta framkvæma rannsóknirnar og þeir sjá fótsporin en þeir sjá ekki hver stígur þau. Þannig að í rauninni, þetta er svona svolítið eins og að gera tilraunir á fólki með ný lyf á þess að þekkja aukaverkanir. Þetta er bara nákvæmlega svoleiðis, þannig að þeir vita ekki hverjar aukaverkanirnar eru á þessum rannsóknum sem þeir eru að útfæra. Og það var meiri segja þegar hraðallinn var settur í gang hérna á sínum tíma, ég man nú ekki hvaða ár, þá voru hérna miklar áhyggjur og vangaveltur hjá svona samsæriskenningar smiðunum, álhöttunum, að þeir myndu bara eyðileggja heiminn, hann myndi bara einhvern veginn bara hverfa inn í sjálft sig, þeir myndu framkalla svarthol, hvað veit ég, og það auðvitað gerðist ekki, eða hvað, og samkvæmt eins og tímatali Maja, það var alltaf talað um 2012, það myndi heimurinn enda, og það bara einhvern veginn getur vel verið að hafi átt sér stað. Árið 2012, þegar þeir byrjuðu þessar tilraunir í CERN, að þá varð þetta rof í tíma og rými sem verður til þess að heimurinn í þáverandi upprunalegri mynd, hann er kaputt og við förum að upplifa hérna bara skrýtnar hluti, skrýtnar vendingar, rugling hvað varðar minningar og nýjar upplifanir hvað varðar tíma. Og tíminn fyrir að líða hraðar fyrir sumum, hægar fyrir öðrum og alls konar svona hlutir. Ég geti haldið lengi áfram. En þetta er þetta er áhugavert og mér þetta er gaman að fá að vita hvað þið hafið þetta að segja. Herraskjörnar, minni á UFO 202 komin í forsölu, get selt hana beint frá bíli, áritaða. Þið þurfið bara að senda mér einkaskilaboð. Ég er líka með UFO 101, nokkur eintök, ef þið viljið fá hana. Stökbók er 7.000, ef þið viljið báðar þá er það 12.000. Sendið mér upplýsingar ef þið viljið
fá árituð eintök af UFO 101 og 202. Þykir vænt ykkur, þar til næst, namaste.